Ég er mættur hérna í Nátthaga og er að heimsækja Ólaf Sturlu og þú ætlar að segja mér hvernig þú fórst að því að græða upp þennan mel hérna. Já, það er saga að segja frá því og ferlið hefur verið dálítið langt því að hér var engin lúpína og í upphafi var ég alls ekki að hugsa að reyna að koma upp lúpínu akri, hafði bara engar hugsun út í það að láta hana vinna fyrir mig fyrst. Allt þetta svæði hér var bara melur og við sjáum þennan mel hérna hvernig hann lítur út. Þessi blettur er ennþá ógróinn, lúpínan er að reyna að fanga hann og melurinn er rosalega fallegt landslag. Já. En það sem stingur mig er að þessi melur er í 65 metra hæði við sjó, það telst láglendi. Það er í mínum huga óeðlilegt að vera með svona eitt land svona lágt við sjó. Mér finnst þetta útlit fullkomlega eðlilegt upp í háfjöllunum, þar sem gróður nær ekki að festa rætur. En hér á láglendinu ætti að vera algróið. Og það sýnir sig þegar maður horfir til fjallana hér í kring að það eru stærðarinnar gróðurtorfur með mikil rófabörð alla hringinn og þessar gróðurtorfur þær eru samsettar með þeim gróðri sem var hér yfir öllu. Vindur og vatnsrof hefur skolað allri moldinni burt og bara bókstaflega út í sjó sem var hér leið og birkikræðan sem var hér var horfin. Hún batt saman gróðurinn og jörðina. Og það vill svo til að 92 þá fann ég 2 birkiplöntur koma upp á eldgömlu rótum í snjódæld hérna fyrir ofan. Og það birki, þegar það hefur vaxið þannig upp að ég sé að það er nákvæmlega eins og ísaldarbirki, sem ég kalla það, sem er í Grímsnesi, Kraklubirki. Ég byrja 90 til 92, þá langaði mig að búa til skjólbelti hérna ofan á melnum. Þetta var svo rosalega bert og melurinn er næringarsnauður og allt það að ég var hérna með 2 manneskjur með mér sem komu bara sjálfar öðru hvoru og vissu hvað átt að planta og það var búið til 5 raða belti úr alls konar víði sem að komi svo slanga hérna ofan á hæðinni og tilgangurinn með því var að binda snjóinn hinum megin svo það yrði lífilegar í brekkunni skjólmegin. Það væri ekki eins miklir skaflar. En að planta í mel sem er bara svona þýðir tvennt. Þegar hann er þurr, þá er ekki hægt að stinga skóflu í hann. Þú verður að nota járnkall og haka til að búa til holur. Þegar hann er blautur, þá er hægt að stinga í hann og hann er mjúkur. Við grófum svona holur og hálffylltum að skít sem við fengum nóga frá nágrannum. Hann kom bara með gamla kúaskítinn þegar það ekki var allt hræst í bleitu og skildi hérna eftir hrúgur upp á og við blönduðum þessu saman við jarðveginn og settum víðin í þetta og næstu 7 ár eftir það tókst mér að bera áburð á víðin, hann óx vel upp og mér tókst að úða hann með varnarlyfjum. En 97 var starfsemin orðin svo mikil í Nátthaga að ég hafði ekki næga orku til að sinna því sem kvöldvinnu að halda þessu við. Það var engin lúpína ennþá komin 97, 7 árum seinna. Og þegar ég hætti að nota varnarlyf þá gerðist það að haustfetin og víðifetin þeim fór að fjölga. Það var svo mikið nammi og þeir eyddu víðinum svo rækilega að eins og þið sjáið þá eru beinagrindur eftir og ein planta lifandi. Og var þetta alaskavíðir eða hvernig víðir var? Þetta var alaskavíðir, þetta var hreggstaðavíðir, þetta var alaskavíðir hríma og þetta var alaskavíðir Gústa og þetta var svo flott 97, 3 metra hátt belti sem bylgjaðist í vindinum og blikkaði með silfurgráði neðraborðinu hér langt að sjá og nágrannarnir voru bara orðnir hálfhræddir við þetta óx alltaf vel upp. Jæja, en hvað það? Eftir þetta, eftir 97 þá hrakaði víðinum vegna þess að kvikindin éta upp blöðin og þá voru ekkert sem býr til næringu fyrir greinarnar og ræturnar. Þannig að greinarnar drápust smá saman en það var alltaf smá líf hér og þar.
Einhvern tíman eftir 2000 þá kemur lúpínan hérna sjálfsáin frá nágrannanum, hann hafði notað hana mjög mikið og gerir enn. Hún kemur frá nágrannanum og smá saman dreifist hún hérna yfir og það var alveg stórkostlegt að sjá þar sem hún breyttist í gegnum limgerði eða skjólbelti hérna fyrir ofan, við sjáum það á eftir þegar við löpum upp yfir, að þar allt í einu voru þessar krippluðu beinagrindur með pínulítið lyf farnar að magnast. Lúpínan umlukti stofnana og það allt í einu var bara komin þarna svaka víður upp aftur á meðan að neðar í beltinu bara lúpína var komin hérna í gegnum beltið og svo voru plöntur án lúpínu við hliðina ennþá beinagrindur. Þetta sannar það hversu vel lúpínan hversu mikið hún gerir fyrir gróðurinn, hversu mikið áburðaráhrif eru fyrir gróðurinn. Fetarnir náðu að eyðileggja alveg. Einn og einn er að rembast við að lifna, almennilega, lúpínan komin. En hérna megin er Alaskavíi hríma sem að hélt aðeins betur út. En hann fekk lúpínuna mikið fyrr, þannig að allt í einu er hann komin aftur í þá hæð sem hann var í. Hvað viljið þið að ég segi núna? Sjálfsáið reynir, sjálfsáið asparefs. Fuglarnir skýta þessu hvað sem er fræjánum og það spýr hann upp. Þetta hefði aldrei geta komist upp hérna í bara melnum. Þannig að lúpínan, hún veitir öðrum gróðri aðgang að landinu mjög fljótt. Og sóleyjar og hrútaber og allt mögulegt bætist hérna við. Hér er komin einn reynir enn, sjálfsáin. Hérna er svolítið merkilegt fyrirbæri. Hér er allt í einu víðir og víðir. Þetta eru staðirnir þar sem ég gróðsetti hafþyrnin upprunalega og meðan hann lifði þá festi gróðurinn rætur í kringum hann. En hafþyrnin gafst upp af skafreiningnum og víðirinn náði fótfestu, einhvern veginn kom fræið einhvers staðar að og náði fótfestu í skjóli hafþyrnins til að byrja með. Og víðirinn hangir hérna á þessum blettum þar sem hafþyrnin var. Þið sjáið að þetta er ekkert smáræðis harka hérna. Ef það skuli þola þetta og halda þetta út. Núna á næsta árum kemur lúpínan hérna í kring. Þá fær þessi víðir tækifæri til að verða eðlilegu gulvíðir sem fer upp eins og stærðar hennar runni. En hvernig er það? Eru allar trjátegundir sem elska lúpínuna eða eru aðrar Það er eitt af því sem ég hef verið að velta fyrir mér og ég er ekki viss ennþá hvort að lerkinu líki vel við hana. Það er helst að ég hafi smá svona, ég er enn að sjá út lerki og lúpínu saman því lerki er ótrúlega sjálfbær tegund með sína hjálparsveppi á rótinni. En ég sé samt ekki að lerkið hérna kúgist. Það bara vera komið á undan lúpínunni. En svo er lerkiland alls konar. Það er eina ættkvíslin Larix sem að ég er svona smá sitt spurningamerki við. En það er svo sem ekkert nauðsynlegt að setja neitt með lerkinu. Það er sjálfbært. Nú máttu zooma þarna inn á þessa grænu brekku. Þessi brekka var bara grjóturð, svona eins og mosinn og svæði við hliðina þarna. Það var einhver sem kom lúpínufræði þangað, ekki ég. Þannig að lúpínan byrjaði efst og hefur síðan breiðst út þarna niður og þetta er iðjagrænt og inn í þessu er allt fullt af lyngi og ýmsu öðru að vaxa núna upp því að lúpínan er búin að vera svo lengi þarna. Smám saman gefur hún eftir en takið eftir torfunni þarna með rofabörðinu allan hringinn og moldarblettinum frá henni og upp í brekku. Ég fór nokkra ferðir með áburð og grasfræ að reyna að loka og flýta fyrir. Svo kom lúpínan. Heyrðu,
Ég hef aldrei séð lúpínur eiga eins erfitt með að loka nokkru flagi. Nei. Þetta er komið meira en 20 ára barátta fyrir lúpínuna að reyna að loka þessu borði. Og það er það sem við vitum og bændur hafa sýnt fram á. Eina leiðin til að loka svona rófubörðum er að ná í heimóð og tróða því upp í allstaðar allar hringinn. Það sést ekki héðan en það er annars svona barð aðeins neðar og svo þið sjáið þarna rófabarðin með moldablettinum, svo farið þið aðeins neðar, þá sjáið þið svona náttúrulegan gróður með ljósgráan bletti inni, það er loðvíðir hérna í brekkunni. Það er hérna algróið svæði sem lúpínan ræður ekkert við. Hún hefur ekki reynt að sá sér inn í snargróinn blett. Það sem að gróðurinn myndar alveg rosalega þétta og fína hulu, það kemst lúpínan ekki upp. Til þess að hún komist inn í svona svæði þurfa að vera göt í þekjunni. Og það er það sem fólk misskilur að þegar það sé lúpínuna fara yfir berjaland, ef þið nennið að horfa niður í jörðina og skoða gróðurinn í berjalandinu, þá sjáu þið það glittir í grjót hér og þar inn á milli, sérstaklega það sem er bara krækiling. Krækilingi er eiginlega síðasta stigið áður en að eyðingin fyrir að verða algjör. Og innan þetta krækiling eru svona litli blettir þar sem sést í möl eða jarðveginn undir, auðvitað sáu lúpínan sér í það. Já. Þess vegna nær hún yfirhöndin á berjalandum. En það skemmtilega og ánægilega að þegar lúpínan gefur eftir, þá hef ég séð berjalandi koma aftur og þá með bláberjum sem þurfa meiri næringu. Þannig að þeir sem eru miklir unnendur berja, þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur. Þurfa ekki að hafa áhyggjur. Nei. Og halló, það er mjög líkamsrækt að þurfa að labba aðeins lengra til að finna berið. Og er ekki bláberi líka bara miklu betra? Jú. Og ekki nóg með það að á þessu stað þarna, þar sem gróðurtorfurnar eru svona magnaðar og þéttar að lúpínan ræður ekki við, og þar finn ég aðal bláberjalyng. Já. Þetta eru gamla snjódældir þarna. Og á þessu stað fann ég þessi birki sem ég sagði ykkur frá áðan. Já. Það sem endapunkturinn á þessu vídeo að mér finnst að land sem er svona eitt í 65 metra hæð, að okkur beri skylda til þess að endurheimta gróðurhuluna sem var á því. Við erum að tala láglendi. Akkur á landið að líta svona út á láglendi þegar við fjallageiturnar förum upp öll fjall til að upplifa víðernin. Ég nota ekki ósnortin víðerni. Nafnið ósnortin er misnotað í þessu skilningi. Það var allstaðar gróður. Heiðarnar voru grónar, menn gátu ekki riðið frá suðri til norðurs yfir miðhálendi öðruvísin að hestarnir fengu einhverja beit á leiðinni. Var heiðargróður mjög víða þarna yfir. Það eru bara bröttustu fjallslíðar og fleira sem voru minna gróin. Vissulega er ég litaður af því að ég er sunnlendingur og sé þetta út frá því sjónarhóli. En þegar maður horfir hérna upp í brekkurnar, allir þessi mosi og ekkert stingandi strá og samt sauðfjá að beit þarna, eða var, þetta er nú orðið friðað. Og friðunin, hún er búin að vera í meira en 20 ár og landið breytist ekki vegna þess að all næring hvarf með moldinni og gróðrinum. Og þessi melur, hann getur verið svona 1000 ár í viðbót. Þetta gerist allt og hægt við bara að loka fyrir beit. Það er ekki nóg að loka fyrir beit. Nei. Það þarf að hjálpa landinu í að græða sig upp. Og lúpínan, hún er undrajört. Lúpínan ætti að vera elskuð og virt fyrir sitt hlutverk og ég tala aldrei ágengategundir. Orðið ágengur er ljótt, neikvætt, gildislaðið orð. Við eigum að tala duglega tegundir. Við eigum að vera þakklátt fyrir duglega tegundir. Það er lúpínan, það er birkið, það er stafafuran, sitkagrynni og fleira. Allt þetta getur sáð sér út á láglendinu. Og við tölum að láglendið sé frá 0 yfir sjó og upp í 300-400 metri yfir sjó. Þetta er ræktarlandið þar sem að mannkynið þarf að fá mat og lífsviðurværi á. Við erum ekki að tala að það sé verið að spreða lúpínu eða furu upp á hálendinu.
Það má ekki rugla þessu saman. Þetta svæði átti að vera með svona moldartorfi yfir, gróið og birkikræðu. Þannig var það þegar að menn settust hérna að árið 800 og eitthvað. Búið.